Einelti hefur lengi verið vandamál í íslenskum grunnskólum. Krakkar á grunnskólaaldri geta verið algjörar skepnur. Feita stelpan í bekknum er kölluð hvalurinn og ef tveir strákar eru of nánir, þá er sagt að þeir séu hommar. Við ákváðum að rannsaka málið aðeins og sjá hversu alvarlegt ástandið er í raun og veru. Ég ákvað að dulbúa mig sem 9. bekking og mætti í Hlíðaskóla á skólatíma. Ég reyndi að klæða mig eins astnalega og ég gat og setti meira segja á mig gleraugu. Ég var tilbúinn að hefja minn fyrsta skóladag í 9. bekk. Sigríður. Já. Styrmir. Já. Þórunn. Já. Já, við erum svo með nýja nemenda, Rasmus Neptunus Knútur, er hann mættur? Já, ég heiti Rasmus Neptunus Knútur. Ástandið í bekknum var verra en ég bjóst við. Finnst ykkur kannski nafnið mitt eitthvað skrítið? Nei. Hvernig finnst þér nafnið mitt? Bara fínt. En þér? Bara skemmtilegt, svolítið öðruvísi maður hefur heyrt. Frá fyrsta degi var mér sagt að ég væri öðruvísi. Ég var að pæla, bara þeir sem eru búnir með heimadæmin. Hann sagði að ég væri öðruvísi. Hann var bara að segja að nafnið þitt var öðruvísi. Hann var að segja að ég var öðruvísi. Hey Rasmus, við ætlum heim til mín eftir skóla. Viltu joina? Nei, því miður, ég kemst ekki með. Ég þarf að fara heim að kissa kærastan minn. Að ég er hommi. Já, cool. Þú getur verið með í hinsegin-félaginu. Ég var stöðugt myndur á það að ég væri öðruvísi og hinsegin en allir aðrir. Hinsegin-félaginu? Hvað er hinsegin-félagið? Og svo var hlegið að mér. Ég með nóg mandarínum, má bjóða ykkur um? Já. Já. Rasmus, má bjóða þér? Ég var grýttur, niðurlagður. Þau umkringdu mig. Mér leið mjög illa. En ég varð að halda áfram og reyna að komast til botns í því hversu grimmir þessir unglingar eru í raun og veru. Er ekki alltaf lagi? Er ekki allt í lagi með þig, voru þeirra viðbrögð með minni raunverulegu kynþjáningu. Já, það er greinilegt að víða er pottur brotinn í íslensku skólakerfi. Ég er heppinn að geta gengið hérna burt, en margir krakkar í þessum skóla eru ekki svo heppnir.